Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni hérna upp á Bifröst á Sauðárkróki, en það sæluvika hér í Skagafirði sem tilefnið, en núna höfum við fengið til okkur 2 fulltrúa frá héraðsfréttamiðlinum Feiki sem að fagna 35 ára afmæli sínu. Það eru héraðsfréttablöð víða land og það ég held að það sé óhætt að segja, ég rosalega skotin í héraðsfréttamiðlun og ég held að þetta sé mikilvægt hverju svæði. Veit stundum að það meira en að segja það að reka héraðsfréttamiðil hins vegar. Það kannski ekki endilega verið að kasta grilljónunum í þá sem í því eru, en þetta oft hugsjónastarf. Þetta hugsjónastarf hjá ykkur? Já, vissulega. Þetta náttúrulega mikilvægt starf og náttúrulega Feikir einn elsti héraðsfréttablaðið á landinu. Það held ég einn sem eldri. Já, við fundum eitt dagskrán á Suðurlandi allavega. Og fyrsta blaðið kom út 10. apríl 1981, þannig að það komið 35 ár síðan og af því tilefni ákvað að gefa út afmælisblað og stefna saman stofnendur Feikis sem var mjög gaman og það voru ófár sögur og af þessum Þannig að þeir eru hér sem sagt. Þetta enda bara brotað, en þeir stofnendur, þessi stofnfélagar voru 27, svo voru náttúrulega nokkri sem eru fallnir frá og aðrir flutti burtu, en það voru nokkur sem gátu komið og verið með okkur. En skemmtilegt. Við bara létum baka fyrir okkur köku í Sauðárkróksbakarí og bara við gamla tíma, já. En getið útskýrað þess fyrir okkur, hvað upplifun hafið þið á því að svona blað, hvaða máli skiptir það á svæðinu? Og kannski út fyrir svæði fyrir þá sem eru brottfluttir? Já, örugglega ekki síður. Ég hef alltaf, eins og þú, verið mjög hrifin af héraðsfréttamiðlunum. Ég held að það skipti gríðarlegu máli til að mynda fyrir ímynd svæðisins og auðvitað bara til að fylgjast með. Ýmislegt sem frétt hérna kannski ekki frétt á landsvísu, það fær allavega kannski ekki þá athygli og allavega svona fólk sem að ég hef hitt eftir ég byrjaði í þessu starfi, þá held ég að fólk kunni að meta að það verið að reyna að halda þessari starfsemi úti þó sé vissulega ekki gróðavænleg. Nei, það kannski ekki ef maður að fara í business, í fjárfestingahugleiðingum, þá það kannski ekki endilega máli við. En hins vegar við finnum það því að við upplifum oft á N4 að við séum líka í þessari héraðsfréttamiðlunar hugmyndafræði og að þetta samt svo þakklátt og mikilvægt, svona eins og að vera samfélagsmiður heldur en endilega í þessum varðhundshlutverki eins og mjög marg auðvitað fréttir eru og kannski eiga að vera. Algjörlega. Náttúrulega líka, þetta hefur verið rannsakað, hlutverk svæðisfréttamiðla og það tala þetta sé svona eins og límið í samfélaginu. Þeir sem eru að fylgjast með fréttum, þeir oft finnast meiri þáttakatur í samfélaginu og þetta einhvern veginn svona heldur í saman. Og svo náttúrulega líka það þegar stærri miðlar vakta það eru farana rúnt, fréttar rúnt til að sjá hvað í gangi og það er byrja fréttin oft þar eða frásögnir af fólki eða hvernig það og svo náttúrulega þeir sem eru brottfluttir, þeir eru náttúrulega alveg fyrstir einna mest í að lesa Nákvæmlega, haldi ræturnar. Svona endalausa sögur af því að blöðin séu geymt heima á bæjunum og svo þegar brottfluttu börnin og tengdabörnin og allir koma heim þá slegist að kíkja í Feiki. Já, nákvæmlega. Hafið þið verið lengi í þessu? Þú ert ekki búin að vera mjög mörg ára það? Ég að klára 3. árið mitt núna. Hvað ef við tökum svona eftirminnilega punkta? Eigið einhverja svona eftirminnilegar greinar eða umfjallanir sem að því svona ofarlega í huga á svona tímamótum? Það rosalega mörg, svona þessi aðalviðtölur náttúrulega kannski snerta mann mest. Það svona maður sekkur sér í viðfangsefnið og líka þetta mikla traust sem mann sýnt að segja manni söguna sína og komin á framfæri. En auðvitað náttúrulega eru svona ein og ein sem kannski poppa upp og svo eitt viðtal sem ég tók fyrir tæpum 4 árum síðan sem að mig kannski dettur fyrst í hug. Hún heitir María Magnúsdóttir og fædd í Geldinholti en býr á Blönduósi. En þegar ég tók viðtalið þá var hún 96 ára og hún bjó 55 ára í Bretlandi. Hún flutti til Glasgow 22 ára gömul árið 1939 bara á barmi fyrir heimsstyrjaldarinnar. Og hún var að vinna sem hjúkrunarfræðingur á geðsjúkrahúsi þar og það var stríðið var bara bresta á. Hún fór út að vori
og hausti þá byrjuðu bara sprengingarnar og þetta var svolítið svona magnar frásagnir. Hún var að lýsa til dæmis þegar spítalinn var nálægt Clyde ánni og þar náttúrulega voru hernaðarlega mikilvæg skotmörk og hún mátti ekki fara þegar hún var á vakt, þá mátti hún ekki fara niður í loftvarnarbyrgi, þá átti hún bara að vera hjá sjúklingunum og hún var að lýsa þegar sprengjurnar voru fyrir utan gluggan og allt þetta og hún sagði við sjúklingin bara, heyrðu, við skulum bara fara undir rúmið, við erum óhættar þar. Hún vissi það var alltaf vitleysa sko, en það var bara þess að róa konuna. Og þær földu sig þarna undir og svo þegar það birti daginn eftir þá komu ljósa fyrir utan gluggan hjá þeim sem var rosalega stór, hann var alveg frá gólfi upp í loft. Það var bara ósprungin sprengja fyrir utan gluggan og hefði hún sprungið þá náttúrulega var hún ekki í dag. Og svo hún var þar í 3 ár og svo fer hún til London og vinnur á Charing Cross spítalanum og kemur þangað 1944 og þar er sem sagt þegar hún kemur í borginu þá lítur hún illa út, það er bara hún búið að sprengja göturnar og þinghúsið og á þessum tíma sem hún var að vinna á þessu spítali þar þá sem sagt var sprengt pósthúsið í London og það særðust alveg 200 manns og þetta fólk var að koma á spítalinn hjá henni og þetta var bara hræðileg upplifun að taka á móti þessu fólki og það var náttúrulega bara mjög illa slasað og á þessum tíma var náttúrulega ekki áfallahjálp eða neitt svoleiðis og hún bara var með martraðir dagann og eftir en hún samt var áfram og var 55 ár í London eða var að starfa þessi hjúkrunarfræðingur í 50 ár og hún hitti meðal annars meðlim í bresku konungsfjölskyldinu og var að lýsa því í viðtalinu og þetta er ótrúlega mögnuð kona. Hún var í raun efni í 2 viðtöl. Ég tók aðalviðtalið sem sagði frá þessari sögu og ástæði fyrir hún flutti aftur á Blönduós náttúrulega hún var með æskuárin þar. En svo seinna viðtalið þá var það því hún einn helsti stuðningsmaður Íslands-Palestínu. Já! Hún var að segja frá því hvernig hún borgar reglulega í það, þá fannst henni svo leitt að heyra hvernig var farið með þetta fólk sem hefði mannréttindi líka. Þetta er svo magnað þegar maður hittir að því að það er nú það sem ég held að kveiki í manni að vinna í fjölmiðlum. Það eru einmitt þessar þetta snerti mann svo djúpt. 2 klukkutíma þá kynnustu fólki ótrúlega vel. Já, ótrúlega. Þetta er svo mikið traust. Vinnu, sko. Áttu eitthvað sem stendur upp á svona stutta pælingu sem að... Já, ennþá stendur aldrei upp úr hjá mér viðtal sem ég tók við 3 menn út í Fljótum sem að hefðu bjargað fólki úr Siglufjarðarskarði fyrir rúmum 50 árum. Og í kjölfarið hafði ég svo samband við konu sem var hann í bílnum og var að heimsækja, eða ætlaði að heimsækja veikt barn sem að lést svo áður en að hún náði suður vegna viðurs. Og fleiri sem að tóku þátt í þessu og þetta vatt svolítið upp á sig og ég fekk mikil viðbrögð og mér finnst alltaf líka eins og var með þetta viðtal gaman að geta brugðist við ábendingum úr samfélagi. Já, nákvæmlega, tala svolítið saman. Það er svolítið undanfarið hvað það er mikilvægt að fólk tilbúið að gauka ykkur að manni að geta brugðist við því. Má ég spyrja einu, ræðið þið og þú og bróðir saman fjölmiðlun? Bróðurinn sko Gísli Einarsson á RÚV. Já. Það er það genetíska fréttanef sko. Við erum alveg upp í Lundaríkjadalnum sem að Lundaríkjadalskjaftaðið er kennt við, þannig að við hljótum að gera það í öllum fjölskylduboðum. Nákvæmlega. En þau komst með svona, hvað er hér? Heyrðu, þetta er sem sagt innbundið, við eigum til alveg til 2003 eða eitthvað innbundna feiki. Þetta er sem sagt fyrsta bókin. Þetta er sem sagt 81 til 83. En þetta er alveg dásamlegt að fletti gegnum þetta. Fyrsta tölublaðið feikis. Já. Voru til stofnfundar, já. Sjónvarp og útvarp í áttungnum. Frjálst og óháð fréttablað. Fyrsta frétt. Maður skynjar alveg sko tíðarandan og samfélagi bara í gegnum þessar gulnuðu síður sko. Já, mér finnst alltaf skemmtilegast þegar ég er að skoða svona gulnuðu, þá held ég að hafa mest gaman af auglýsingunum. Já, við erum búin að skemmta okkur vel yfir þeim. Já, einhver tíman verða þau öll framleidd á þennan hátt. Psycho, tæknilega fullkomnari úr. Já. Maður talir nú ekki fréttina þegar kaupfélagið eignaðist tölvu, það er svona svipað. Já. Stór viðburður. Og verður þetta svo ótrúlega úrelt á. Og við erum ekki að tala sko 1950, við erum að tala 1981, það er svona stutt síðan. En svo er líka svolítið gaman að sjá hvað sömu
fréttapunktar eru oft ennþá í gangi. Já. Eftir öll þessi ár. Já, Bara hérna, já, breytist. réttur dreifbýlis til skólahalds. Já, til dæmis. akkurat það og svo líka blönduvirkjun, mikið talað um blönduvirkjun náttúrulega þarna Já. og það er ennþá að tala um hana. Það er svona Svo ýmislegt. er þetta gaman að sjá andlit sem að kannast við í dag fyrir 35 árum. Já, einmitt. Heyrðu. Aðeins öðruvísi greiðslur. Það eru fleiri en Íslendingar sem hafa tekið eftir hvað Volvo kostar. 127.500 kall. Máli dögt. Glæný. Ég minnir að feiki hafi kostað 28 krónur lausasölu til að byrja með. Já. Það er svona margt Hvað kostar skemmtilegt hann í sem er dag? að fyrst á. Í lausasölunni? Lausasölu 650. Já, það er hverra krónu virði. Já. Heyrðu, gaman að fá okkur. Ég á eftir að týna mér kannski bara þessi í þessu. Það er kannski ákveðt að segja frá því að hérna, við erum að koma þessu dýrmæta safni á tímarit.is. Þannig að þá er það bara hægt að googla þetta og Nákvæmlega. sökka sér í gamla. Er það ekki þó nokkuð vinna? Það hérna, jú, ég hugsa það. Það er Þú hlakkar til bara. Já, það er, við fengum sér sett landsbókasafn, þau sáum að mynda þetta. En hérna, svo eigum við svona cirka frá 2006 í PDF-formi sem við getum sendt inn. Og það er náttúrulega munar heilmiklu. En svo náttúrulega eru það á netinu eins og allir alvöru fjölmiðlar. Já, það er ekkert annað, feikir.is. Hvað er margir að fara þar inn á dag? Hvað eru flettingarnar hjá ykkur? Sko, þetta eru 7.000 heimsóknir á viku. Þetta getur samt rokkað alveg frá svona 6-7.000 og jafnvel upp í 10.000 heimsóknir tölurnar. En þið, sko, óttist þið framtíðina fjárhagslega og svoleiðis eða haldið að þið verðið þarna eftir 35 ár? Ég hugsa að við verðum þarna alveg eftir 35 ár. Eftir hrunið var þetta náttúrulega pínu erfitt eins og hjá flestu fjölmiðlum að fá auglýsingatekjur og náttúrulega fækkandi áskriftir. En við höfum verið að finna fyrir auknum byr upp á síðkastið. Við náttúrulega endurnýjum vefinn síðastliðið haust og það var svona auðveldar að gerast áskrifandi og það hafa bara verið að koma talsvert inn af áskrifandum síðan þá. Það hefur svona verið að snúast í dæmi. Alltaf gaman líka þegar maður verður var við hvað börn og ungt fólk fylgist með, sko. Það er yfirlega, við komum til dæmis að þessi börn eru þá er feikir komin á staðinn, sko. Það er góðsviti, heldur betur. En við eigum lesendur hann í framtíðinni. Nákvæmlega, enda stendur hérna. Sendi fjarstöldu vinum eintak og geri þá að áskrifendum. Já. Eina sem ég tek eftir er að ég held að sé fleiri konur í blaðinu í dag. Já. Eldur en var það þessi. Já, líklega. Gaman að fá okkur til hamingju með þessi tímamót, innilega. Takk fyrir að bjóða okkur. Og við bara, María, höldum áfram eftir augnablik, hérna frá Bifröst á Sauðárkróki.